Góðan daginn, ágætu vinir. Við erum hér að þreifa okkur svo litið áfram og ætlum að gera eitthvað skemmtilegt í dag. Við erum nú enn svona að prófa græjuna, svona að vita hvernig hún virkar og hvernig þetta er best að snúa sér að í öllum svona málum og þegar þú ert með svona verkefni þá er ekkert neitt annað að ræða en bara að prófa og læra og betrumbæta þar sem það er hægt. Það er alltaf hægt að betrumbæta eitt og annað og ég verð að játa það hér á mig að það er svo þröngt hérna í kringum mig að ég er alltaf í vandræðum með að leggja eitthvað frá mér. Þess vegna hættir mér við að vera með aðeins svo mikið í kringum mig og svo kemur svona fallegu kaffibolli með meirisa kaffi í og þá þarf ég að hliðra til á borðinu til þess að koma nú þessum yndislega bolla fyrir svo maður helli nú ekki öllum út allt og það eins og þér líkar mér ekki og þess vegna reynir maður bara að haga seglum þannig að þetta gerist nú allt saman með friði og spekt og enda þekktir fyrir það við þessi kristnu menn. Er það ekki annars rétt? Höfum við þessi kristnu menn mikið verið í að vekja ólgu í kringum okkur? Sannaðu málið. Það hefur ekki verið með þeim hætti. Ef að það hefur gerst þá er það yfirleitt alltaf að völdum einhverja annara, óviðkomandi manna og kvenna. Og það er alveg eðlilegt. Við höfum sagnir þetta í orði Guðs sem að við finnum í til að mynda sögunum sem Páll postuli er í. Það kom fyrir að hann kallgreiði var kærður og af fólkinu kring og allt varð vitlaust í kringum hann en hann allavega tíma eini maðurinn sem var með ró. Af hverju? Hann var sér ekki meðvitaður neitt illt og þegar að menn er á þeim stað að vera sér ekkert meðvitaður neitt illt og þá halda þeir rósinni. Og hvað skeiði með Pál? Var ekki alltaf verið að dæma hann? Hann var aldrei dæmdur að yfirvaldinu en hún var nokkru sinni stungi í fangelsi einkum og sérlagi bara vegna þess að stundum allavega var þetta með þeim hætti að yfirvald voru bara eiginlega að vinna sér í álit hjá fólkinu með því að henda kallinum inn. Hann var saklaus, hann braut ekkert af sér. En þess að segi var hann sallarólugur og bara tók á þessu eins og þetta kom fyrir. Við séum þetta að hann sem Sál var einn af þeim mönnu sem ofsóttu kristna menn. Kannski var hann með í að rópa ókvæðisorð að Jesús sjálfur og meðan hann gekk á meðal manna og kendi og predikaði og gerði öllum gott. Þannig það er ekki alltaf vís leið þó að menn gerir gott að þeir séu þar með í friði. Það er ekki. Það náttúrulega liggur bara í því að ekki er trúin allra. En við megum alveg heldur ekki gleyma því að Drottinn á marga. Þannig það er ekkert allir og allt undir þó eitthvað gerist. Þetta eru yfirleitt bara örfáir menn sem mögulega hugsanlega og kannski tekst að draga einhverja með sér en svo verður eitthvað hróp sem að ég reyndar heyri aldrei neitt hróp en ég veit af ýmsu sem að er að gerast. Það fer ekkert framjá manni að sumt er að gera sem ætti ekki að vera að gerast. Hvað var það mig það? Mér kemur það bara ekki nokkur hlut við. Ég bara held mínu striki, tala það sem Drottinn ætlar mér að tala og svo er ég bara eins og Páll, sallarólugur með allt hitt sem er að gerast ef einhvað fyrir í gang. Þannig að þetta er bara eitt af því sem er að gerast í heimi sem að lítur hinn vonda en vill auðvitað ekki viðurkenna það því að það er sárt að viðurkenna það. En ekkert sem að ég er neitt að lúa fólki nassir, alls ekki. Eina sem ég geri er bara að tala Jesú, benda á Jesú og hann er minn frelsari, hann er minn lausnari, hann er minn huggari, hann er minn vinur.
og ég vil að þú eigir þennan vin líka fyrir þig því að þú getur það. Hann er fyrir mig, en hann er ekki bara fyrir mig einan. Hann horfir til þín, rétt eins og hann á sínum tíma horfir til mín. Þannig er Jesú. Þannig við höfum margt að tala, og þegar við tölum Jesú, þá erum við líka að boða það sem er betra og gott og það besta. Kristur er það besta. Þetta fullyrði ég og þetta staðfesti ég að hafa verið mitt hlutskipti í yfir 30 ár. Og ég er enn að tala sama og ég talaði þá, þannig að einhvað hlýtur þessi maður að sjá við þetta. Ég sé allt við þetta og ég vil bara aldeilis ekki skipta. Ég vil bara aldeilis ekki fara í mitt gamla far, og það þarf ég ekki nema ég vilji. Ég sé ekki að neitt geti haggað því sem ég á, og eins er með þig sem er lengi búin að veltast í þessu og séð margt og kannski fengi ýmislegt á þig sem að kemur á fjöllum fyrir þér. Þetta er bara hluti af því að vera trúið manneskja. Að það er ólgan sem hún veldur. Það sker í eyrun sem trúin segir. Menn vilja hylja eyru sín fyrir þessum boðskap. Er það ekki staðreyndin? Jú, að því að boðskapurinn, þó það sé ekkert markmið í sjálfu sér að vekja einhver viðbröð, þá getur boðskapurinn vakið þau viðbröð að menn bara, ég segi nú ekki hrópi öskrandi í burtu, en setji fyrir eyrun á sér til að þurfi ekki að hlusta á þetta. Af hverju? Af því það er synd í mannskapnum. Og þegar þú ferð að ýta við syndinni, þá veinar hún. Því hún vill bara halda áfram að vera synd í manni, hjarta manns. Alveg sem hún var hjá mér og í mér á meðan að ég var enn ekki það sem ég er í dag. Eins og kom Kristur. Og þá fór þetta allt saman á nýjan stað. Og hér er ég að tala Jesú. Hér er ég að tala ólgu, ekki svo að skilja, ég hafi neitt orðið fyrir hennu og ég eiginlega sem betur fyrir ég verði ekki, sé þetta ekki. En ég veit af þessu. Þannig það er alltaf friður kringum mig. Rétt eins og var með Pál þegar hann var mitt í hamaganginum og menn öskruðu hver á annan og allir ákærðu Pál. En hann var alveg bara salla og róluðu með allt, því að hann vissi að hann var ekki að gera neitt rá. Og hann sagði á einu stað, það sem þeir eru ákæra mig er ekki stafkróku fyrir eða eitthvað í þeim dúr. Og þetta var niðurstaðan. Það var ekki stafkróku fyrir þessu. Svona er heimurinn. Þannig við þurfum ekkert að vera neitt undrandi á því að þó stundum hristist í kringum okkur. Og okkur jafnvel kentum það sem við höfum ekki gert, en það er bara alvanalegt í þessum heimi að mönnum er kentum það sem þeir hafa ekki gert og okkur ekki við eins og hver sem er. Því heimurinn er ekki á réttum stað, en þannig er fólk ekkert vera fólk en ég og þú, það er ekki málið. Þetta er á þeim stað sem það er á. Ég þekki Jesús og ég viðurkenni hann sem herra í mínu lífi. Ég veit líka að það er ekki allir sem þekkja Jesú, sem er þekkjan bara alls ekki neitt, og það væri kannski eitthvað fyrir mig til að hafa kinnróða yfir, því að mögulega er ég þó ekki að standa að mína plikt og vera duglegri við að segja frá Jesú. Ég held við getum reyndar öll verið á þeim stað að svona aðeins að hnippi okkur sjálf og hvetja okkur til þess að drífa sig á stað. Því alveg eins og ég frelsaðist og gladdist mikið til gleði þegar ég frelsaði, þannig verður með hvern mann annan og konu sem að frelsast að viðkomandi mun fyllast mikið til gleði og þakka fyrir og allt saman það, bara eins og maður gerði sjálfur. Við verum aðtúað það að við vorum einu sinni sjálf á þessum stað. Við tókum Pál sem mynd á þann. Hann var á þessum stað.
hann var verri öðrum mönnum þegar kom að því að ofsækja kristna menn, og hann galt jáorðið sitt við að sumir yrðu teknir af lífi, og horfði sjálfsagt og fjölda aftaka á kristnum mönnum í sínu lífi sem Sál. Þið verða þetta það að Páll fekk nýtt nafn, hann hét Sál, en eftir að Kristur tók við honum hét hann Páll. Af hverju? Að því að Sál var ekki lengur til, og þetta sannleikur. Sál ekki lengur til, þess vegna gaf hann honum nýtt nafn, Páll. En menn sáu sama andlit, þeir þekktu mannin, og hann vissi þetta alveg sína fortíð og talar stundum hana, en samt komin ný sköpun fram, rétt eins og ég. Þegar ég eignaðist trú, þá stéð í raun fram ný sköpun í Guði. Það endurfæðing, það þessi magnaða endurfæðing. Þannig að við erum öll á sama bát hvað þetta varðar. En við verðum líka að muna það, þó við séum kannski að gleyma því, og það alltaf að gleyma því, en samt ekki, að við vorum á stað hrópana hér áður, sum af okkur, bara í beinum átökum við kannski kirkju og kristna menn, beinum átökum, og þetta að gerast og hefur alltaf verið að gerast. Þú lest Nýja testamentið, sér að aðgangin á Kristi í kringum hann, það voru gerð aðun og hróp, og stundum hafði hann þvílíkum vinsældum að fagna að það bara logaði, eða sko það bara voru hrifningar öskur og hrifningarhróp hvert sem að fór Svo einnig svipan var allt komið bara í bál. Þetta að vera trúi manneskja, og þetta þurfum við að vita og það því algjörlega ótækt, hvað sem fyrir mig eða þig, ef við erum á þeim stað að barma okkur undan þessu. Það sem Kristur segir, það kemur. Hann segir það vegna þess að hann undirbúa okkur undir það sem kemur, til þess einmitt að við séum ekki að heykjast undan álaginu. Við eigum svo miklu meira heldur það að heykjast undan einhverju sem á okkur lagt. Já, það má segja það að sumt sé á okkur lagt. Við eigum enga sök á því að þetta sé á okkur lagt, en við getum auðvitað farið undan trúnni. En hvaða vitiborin manneskja, kristinn maður og kona sem að veit hvað trú gerir slíkt? Hún þarf fyrst að missa vitið til að fara út í þá sálma með sjálfa sig. Ég veit ekki hverjir gera þetta eða hvort einhverjir gera þetta, en það eitt að huglega það. En það annað að stíga þessi skref sem allt öðruvísi mál, og þá erum við konir með sjálfa okkur út í allt aðra sálma líka. Þá erum við konir að ákvörðun, þetta byggist allt á ákvörðun, að gera það versta sem við getum gert fyrir okkur sjálf, að yfirgefa stöð okkar í Jesú nafni. Hvað verra gerum við? Nei, frekar skulum við þola það sem að þetta kostar okkur. Við horfum á Jesú, það hann sem umbunnar okkur og verðlaunar og gefur okkur þrótt og styrk. Hann með okkur, hann vinur okkar, hann uppörfur okkur, talar til okkar, og hvað talar hann? Hlýleg orð og ekkert annað. Þannig að við skulum ekkert vera neitt að velta því fyrir okkur hvað öðrum finnst. Við skulum bara biðja inn í það mál og biðja drottinum að gefa okkur styrk, þrótt og þrek, vitandi sem að við höfum ekki gert neitt rangt. Sannið bara þetta ranga, þeir vilja það, þeir geta það ekki. Þeir myndu þú gera það ef þeir gætu það. Kannski ganga sögur, ég veit ekkert það, ég engar að þeim. En við vitum að því að við þekkjum sögu Páls, það voru margar sögur sem gengum hann. Man talar sömar, hann segir á einu stað að þeir segja að ég kenni þetta. Hann bara blæs á það og segir að þeir segja að flytja fólki ranga
rangan boðskap sig. Hvernig tölum við hvort annað? Hver vestur á okkur í okkar augum? Ég vil blessa fólk. Ég vil ekki vera með því að draga upp þann sem ég þykir vestur. Ég vil blessa fólk. Og ég vil temjast í það að blessa fólk. Og ég blessa fólk. En ég get alveg viðurkennt að mér misvel við fólk. Það allt annað mál og það gerir maður vegna þess að maður nú víst bara veikleika vafinn manneski eins og þú. En maður veit hvernig maður á að hugsa og maður reynir að temjast við þá hugsun sem að Kristur hefur gefið. Og þess vegna líka maður bara rólegur. Salla rólegur og búinn að vera það í öll þessi ár. En getur alveg staðfest að það hefur gengið á ýmsu og ekki allt saman verið sanngjarnt eða rétt sem að sagt hefur verið niður aðför sem að hafa verið gerðar. Sumar þvílíkt rangar að bara maður á ekki til orð hvernig fólk getur hagað sér. En hvað get ég gert við því? Hvernig aðrir hagað sér? Eina sem ég get gert að halda bara róminni, halda áfram að gera það sem rétt og gera vilja Guðs. Það eina leiðin. Og á þessum stað ekkert sem hreyfir við manni. Það mín saga og ég alveg bara ágætlega sáttur við það. Við okkur ekki meðvituð neitt rang. Alveg eins og Páll. Þegar ásakanirnar dundu hann kallinn að bara hefði ekki hermennirnir á sömu stöðum bara komið, þá hefði hann verið bara rifinn í tætlur í orðanna fylstu merkingu. En það skeði ekki vegna þess að drottinn var með og yfir og hann ætlaði þessu manni að vinna ákveðin verk sem hann gerði. Eins það með þig og mig og okkur ætlaði að vinna ákveðin verk rétt eins og Páll. Í augum drottins Páll ekkert merkilegri maður heldur en ég og heldur ekkert ómerkilegri. Við erum bara jöfn í hans augum alveg sama hvar við erum í mannkynssögunni. Hann bara drottinn og ég og í þessari stöðu og hvorki meiri öðrum eða minni. Það ekki verkslag Guðs og ekki verkslag þannig sé kristinna manna að vera með eitthvað goggunaröð. Þar sem hún uppi þá hasta ég bara á hann í Jesú nafni og segi henni bara víkja úr sínum stað því að hún á ekki að vera á þeim stað sem hún kannski Það ekkert mitt að vera að dæma fólk, ekki heldur vantrúna. Vantrún, ég veit hann og hún þarna, hún akurinn, hún akur Guðs. Í stað þess að dæma vantrúna, þá ættu ég og þú við öll að sjá möguleikana. Í hverju liggur möguleikin? Það að fækka þessari vantrú. Koma vantrúni yfir í trú og þar höfum við vald. Við höfum vald í Jesú nafni. Við höfum vald og leyfi til þess að flytja boðskapinn Jesú Krist. Hann valdið. Boðskapurinn þetta vald. Og í boðskapnum frelsast maður og kona. Og gegnum boðskapinn umbreytist hjartað. Þannig að manneskja sem í gær stóð í fremstu vílinu við að öskra á kristið fólk allt í hennu komin í hinn hópinn sem öskraðir á. Og hún ekki að fara neitt. Því að núna veit hún bara hvernig þetta Ekki svo skilja henni líki þetta vel. En hún segir eins og ég, hvað get ég gert í þessu? Ég ætla bara að halda mínu striki, ég ætla að halda mínu stæðja. Sitja á þeim stað sem ég var kallað til að sitja á. Og þannig það nú með það að vera þar. Þá allt í frið og spekt í kringum mann. Maður kemur alltaf af jafnmöglum fjöllum þegar eitthvað að gerast og maður segir, hvaðan kom nú þetta? Það sem maður sér ekkert meðvitaður neitt rán. Þannig skalt þú hafa þitt líf. Vertu ekkert meðvitaður neitt rán. En þú ræður ekki yfir neinum öðrum.
ef einhver kýsa að brjóta af sér, þá bara brýtur hann af sér og tekur út sínar afleiðingar. En hann skal vita það, og ég líka við öll, að það getur haft afleiðingar og snertið mörgum mönnum og konum. Því að þannig þetta, vegna þess að mannkynni veiklundað að það hérna einhvern veginn dæmir alla fyrir einhvern einn sem áöldur hvort gerði eitthvað af sér eða ekki. Þetta alþekkt saga, ekki ranni Guðs, heldur í heiminum, og hann alltaf öskrandi. En hann þarna, og því verður ekkit breytt. En þú ert þarna líka með þína trú og þitt vopn sem heitir orð Guðs. Notaðu þetta, farðu út með þetta. Ef að Drottinn knýr þig til þess að fara út með þetta, þá skaltu gera það. Það leiðin sem við höfum. Eins og vorum að tala áðan, við gerum þetta til þess að fækka í hópi vantrúara. Þannig þetta. Einu sinni var ég í hópi vantrúara, en eins og hendi veifað komst ég í hóp trúara, og það var líklega í október 1989 eins og ég oft talað og þaðan hef ég ekki vikið sæti, og þar ég enn að efla mína trú, tala mína trú, lyfta upp nafni Drottins og heiðra dá og dyrka hann, að því ég vil það, að því ég leyfi engum að taka þetta frá mér. Og þess vegna held ég áfram að tala, vegna þess ég veit að ég að tala sannleika og það sem rétt, tala það sem að fólk þarf að heyra. Þannig að ég tek ekki undir allt sem fólk segir, það get ég alveg lofað þér, og hefur reyndar aldrei gert. Það hefur alltaf reynd að halda því sem réttara og vera á þeim stað með sér sjálfana, svona vita aðeins meira til að auka möguleika og að tala þó alltaf sannleika. Það sanngjarnt gagnvart fólki að þú talir sannleika það. Ekki svo að skilja að enginn tali sannleika nema ég, þannig margir sem tala sannleika og varfarið fólk í orðum og hegðun, svona obbi manna þar, en það þessi hávaðasömu gemlingar sem kunna sér aldrei neitt hóf. Og hvaða fólk þetta? Þetta bara ístöðalust fólk, kannski með slæmt uppeldi, kannski með slæman bakgrunn þannig séð, kannski þetta fólk sem að enginn hefur hlúð að, engum þykir vænt að eigin áliti, en þannig það nú líka að við segjum ýmislegt margt, að enginn sé að skipta sér neitt að okkur og enginn hlúi að okkur og allt saman það. Þetta bara sjálfsvorkun í svona 99% tilvika. Það ekki mín reynsla að enginn vilji hlúa að mér. Og ég hef alltaf oft gerir nú reyndar lítið að því í dag, en áður fyrir þá var maður oft inn á gafli og öðrum, og mér var aldrei hent út nema því ég var fullur að koma fyrir. En edrú þá var það hefur aldrei verið gert. En fullur annað. Fullur ekki ég. Fullur var annar konni. Og mér líka nú held ég ábyggilega jafn illa við hann og öllum hinnum. En þennan konna bara líka mér ágætlega við og mörgum öðrum. Og það læti ég engan ræna frá mig, bara kemur ekki til greina, minn kæri. Í þetta held ég að ég tala sannleika við sjálf mig, og Drottinn hvetur mig til að tala sannleika. Hann Guð. Þetta svo Guð sem ég þjóna og tilbyð og tigna, og þetta sami Guð og þú, ég vil að þú kynnist. Og ef að þú kynnist Drottni, eins og ég þekki hann, þá aldrei að vita nema við kynnustum, þó það þurfi reyndar ekkert að vera, og sé ég raun ekkert neitt sem við ættum að þurfa að hafa áhyggjur af. Drottinn leiðir menn saman, fólk saman. Sumir sem starfa með mér, eða svona maður hefur kynst í gegnum tíðina, kristnu tíðina, ég vissi ekkert þessa menn áður, en svo hittust við yfirleitt fyrir tilviljun, og svo leitist þetta þannig að við fórum að starfa saman, kannski mislengi,
maður búinn að starfa með fullt af fólki þannig séð, en mislengi, en mest hef ég nú verið einn við þetta, og þú náttúrulega spyrði akkur það þó þeir komið ekkert við, þá get ég alveg sagt það að þetta bara það sem Guð hefur sett á mig. Tala eins og ég geri bara það sem Guð vill að ég geri. Að skrifa eins og ég geri eins og Guð vill að ég geri. Ég mikið á netinu, og bara því að Facebookin þarna, og þá ég mikið þar, að því að Guð hefur sett mig þangað. Þannig þetta. Og ég hveti bara til þess að gera sama. Gerðu bara það sem Guð að bjóða, og vertu vissum að það blessun, að því að Guð að bjóða það. Þetta svo trú sem ég hef alltaf gengið út á. Svo fyrir utan það hef ég afskaplega gaman að þessu. Ef ég hefði ekki svona afskaplega gaman að því að vera það sem ég þá myndi ég ekkert vera það. Ég nenni ekki að hanga yfir einhverju sem ég leiðist. En það sem mér leiðist ekki, það finnst mér líka gaman að vinna við, og það heldur bara áfram. Svo fyrir utan það þá ég 100% þessum vilja Guðs þar. Að vísu, ég nú reyndar ekki mikið að taka kvikmyndir, en ég ekki hættur til því. Hafa ekki margir talað þetta við mig sem guðlega ábendingu, en aðeins einn hefur gert þetta. Ég man alltaf eftir því þegar hann Geir Jón vinur minn sagði við mig að einu sinni, og mér þótti mjög væntu það má alveg Jóna henni heyri þetta, því að blessaði mér mikið. Hann sagði mér, ég sé þið nú reyndar ekkert í neinu öðru en þessu verkefni, sagði hann. Þetta var guðleg sín sem hann sá, og hún blessaði mig alveg upp á skóm og buxum, og að því ég vissi sjálfur hver köllin mín en þó að ég hefði ekki heyrt þetta hans vörum eða annara vörum, að þá hefði ég nú samt haldið þessu áfram, því ég veit hvar ég stend í Guði. Veist þú hvar þú stendur í Guði? En ég man alltaf eftir hún blessuðum Geir Jóni, alltaf þótt vænt hann, að hann sagði þetta. Og hann má heyra, ef ég vona að heyra þetta, því ég blessa hann með þessum orðum. Ég held að Geir Jón sé eini maðurinn í mínu lífi sem hefur sagt þetta við með beinum orðum. Einn heyrði ég segja, hann sagði, Esma, ég skil ekki hvernig konni nennur þessum. Þetta var fyndið. Ég nú einn af þeim sem að svona á nú alveg til ég að grípa í létta strengi, líka þegar eitthvað snýra sjálfum mér. Og það skalt þú líka gera. Ef þú grípur í létta strengi, þá grípur þú til þeirra, og þá ertu ekki að frussa út yfir einhverjum ókvæðis orðum yfir engu tilefni. Og það var enga líkur til þess að þú standir í miðjum klíðum í að öskra á kristna menn og rakka þá niður. Þú getur alveg farið allt í hennu bara að mæra þá. Ég get alveg lofa þér því að það blessunni meiri. Ég get líka lofa þér því að standa í einhverjum hóp og öskra og æpa, og hverjum líður vel í þessum hóp. Bentu mér á einn sem á sama tíma með eitthvað frið í hjarta sínu. En maður með kristna trú sem að bara tekur öllum með stóískri, eins og Páll gerði, hvernig sem að honum var saumað. Þú getur verið þessi maður. Ég vil vera þessi maður. Og yfirleitt svo 99% af dögunum ég þessi maður. Ég segi, ég veit yfirleitt ekkert hvað þið verið að tala Ég heyri það vanlega utan að mér, þegar ég ekkert að leita neitt eftir þessu. Ekkert af þessu kemur mér óvart. Vegna þess að ég vel að mér í orði Guðs. Og þá sé ég atgangi sem Páll varð fyrir. Þar sé ég atgangin sem Kristur varð oft fyrir. Og segir hann ekki sjálfur, ég gef þér allt og allt og himnu og jörðu með mér. Jú. Þannig að við getum bara hastað á þetta í Jesú nafni eins og hann gerði. Við munum nú aldeilis eftir frábæri sögu, já, segjum það. Það sem Kristur var í samkundu gyðinga og allir mændu hann, því að þeir svona vissu hann var nú á þeim stað þá að hann voru mjög vel þekktur og menn gátt oft vona á ýmsu frá honum þegar hann var, og allir biðu eftir því að hann segði eitthvað. Hann satt þarna í einhver sæti, kannski ég veit ekki hvernig þetta var,
og líkur upp Jesaja handritinu, þeir höfðu ekki Nýja testamentið og ratu á það og lesa þarna þulu eitthvað, þar sem var í Jesaja handritinu hann sjálfan og svo lokar hann bókinni og sest niður og eftir smá tíma var allt orðið geðveikt inni, bara mönnurðu hamslausir af reiði og ofstæki. Hann var alveg sallarólegur og hann leyfði, það átti bara að henda honum fram að bjargi, við munum eftir því, hann leyfði þetta sallarólegur allan tíman, veistu af hverju? Hann vissi valdi sem hann hafði. Og svo á einu stað þegar menn voru áttu bara eftir að henda honum niður af bjarginu, kannski hátt bjarg, örugglega enginn hefði lifað það af, að bara snýra sig við og gengur sallarólegur í gegnum þöguna og hvað skeiði, þagan skipti sér í 2 fylkingar, byggu braut fyrir mannin sem þeir voru það bila lífláta. Af hverju var það? Vegna þess að Kristur hefur allt vald á himnu og jörðu, veit allt sem að gerast og gerir það sem þarf að gera, og hér er ég að tala Jesú Krist og dásenda verk hans í lífinu og ég segi sallarólegur, algjörlega sallarólegur, og það verði áfram því ég ætla áfram að þjóna lifandi Guði og ég hveti þetta til þess að vera bara með mér þar. En ég sé að batteríið að vera búið í vélinni, batterín, maður er alltaf í vesinu með þessi batteri. Kveðjum bara núna, ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi, en ég held ég sé búin að tala alveg í einhvern x tíma, eða ekki? Jú, x tíma einhvern. Kveð og held þessu góða verki Drottins áfram, en kannski ekki svo oft hér, ég veit það ekki, kannski veit ég bara hér, kemur í ljós.